Já, við höfum svolítið fjallað vaxtastefnu Seðlabankans hérna á undanförnum dögum, en sem kunnugt að þá var vaxta ákvörðunardagur svo kallaður í síðustu viku og þá ákvað Seðlabankinn að ekki að breyta vöxtunum. Þeir eru 7,5% stýrivextirnir í rúmlega 4% verðbólgu sem að gerir að líklega eru raunvextir stýrivaxta Seðlabanka Íslands þeir hæstu í heimi. Hingað komin Halla Gunnarsdóttir, formaður VR. Þetta tengist náttúrulega mikið kjaramálum, vaxtastefnan. Að sumu leyti voru síðustu kjarasamningar aðferð til þess að ná niður verðbólgu og þar með vöxtum. Mjög svo mestir, það mætti skilja það á sumum að það væri meiri ávinningurinn á vöxtunum niður heldur en verðbólgunni í sjálfu sér. Þetta verðbólga náttúrulega gafi undan launakjörum. En Vilhjálmur Birgisson, einn af þeim sem leiddu síðustu kjarasamninga, var hér hjá mér í síðustu viku og hann sagði að þegar að fólk var að meta stöðuna í samningsgerðinni að þá miðað við hvernig raunvextir stýrivextir höfðu verið á þessari öld fram að samningum, að þá mætti gera ráð fyrir að vextirnir ætti að vera núna svona í kringum 6%. Þannig að það sem hefur gerst frá samningum að Seðlabankinn hefur gefið hefur eiginlega hækkað svona viðmiðuna sína hvað hefur verið góðu vextir, þó svo að hér hafi ekki verið neinn hagvöxtur í fyrra og það er bara 2% hagvexti spáð á þessu ári. Er þetta það verður alltaf erfiðara að reyna að skilja þessa stefnu Seðlabankans. Hvert þú ná að fara? Já, ég sammála því. Áttu þú hvað markmiðið er? Já, ég meina, maður áttar sig alveg á hvert markmið er. Það er bara að reyna að krista og þá til þetta verður allt í lagi, sko. En að krista skuldara svo mjög að þeir dræju neyslu þannig að verði samdráttur í samfélaginu. Já, akkurat. Og Seðlabanki segir það í sjálfur sér í síðustu viku. Hann segir okkur hefur ekki tekist að krista verðtryggðu skuldarana nóg. Þannig að nú erum við að bíða eftir að vextirnir þeirra hækki. Þeir hækka hægar. Og þegar okkur tekst að krista þá nægilega þá fer þetta niður og þið verða að sýna okkur þola með að við gerum það. Það er það sem Seðlabankinn sagði við okkur síðustu viku. Ég hef verið að benda á það og þessi stefna er náttúrulega algjörlega gengin sér til húðar og fórnarkostnaðurinn af því er mjög raunverulegur hjá vinnandi fólki og hann er mjög mikill. Og ef við tökum kannski dæmi af hjónum sem að festu vexti óverðtryggðu láni í ársbyrjun 2022 og þá voru vextir ekkert eitthvað gríðarlega lágir. Það er ekkert ólíklegt að fólk hafa verið að festa vext einhvers staðar í kringum 4,7 til 5% eða eitthvað. Og segjum að þú hefur festað í 4,7% og svo losnuð þeir núna í upphafi árs. Að þá er mánaðarleg greiðslubyrði þeirra að hækka sem nemur, þau þurftu launatekjur upp á 270.000 krónur á mánuði. Byrðin fer úr 230.000 krónum í 385.000 krónum. Og þetta fer hæglega upp í 2 milljónir króna á ári sem að fólk sem að skuldar bara ákveði. Það sem að fólk reiknaði með. Já. Og það var ekkit óeðlilegt að reikna með að vextir yrði ekkit eitthvað, langt umfram 5%. Það var ekki eins og það var eitthvað fólk að halda og Seðlabankastjóri sagði það sjálfur að lágvaxtastefna væri komin til að vera og annað slíkt, sko. Og það sem maður bendir þá á í þessu samhengi er að, sko, þetta er ekki eins og þetta sé fólk eitthvað að dunda sér á hlutabréfamarkaði og verður bara að taka því að stundum gengur vel og stundum gengur illa. Þetta er heimili fólks. Seðlabankastjóri hefur næstu því sagt þetta. Hann segir að þeir sem að búa núna við háa vexti eru það svona að taka út tímabil lágra vaxta. Já, hann hefur sagt það. Þess, og núna fáið þetta í staðinn. En þá má reynda líka að spyrja, sko, hversu lengi naut fólk þess? Þetta lágvaxta tímabil, svo kallaða, það var ekki nema kannski 2 ár. En nú er búið að kreista fólk í 3 ár með, sko, stýrivöxtum sem eru svo háir að þú þarft að fara, sko, til stríðsræðra landa til þess að finna eitthvað herra. Eða til landa þar sem er, sko, eiturlífastríð eða einhver gríðarleg vandamál. Og þá finnur þú hærri stýrivexti en þú finnur þá hvergi í þeim löndum sem við berum okkur saman við.
eitt sem var sagt, ég veit ekki hvort það var sagt svona á þessu ári eða ekki seinni hluta síðast árs, en fram að því var sagt að hér væri stýrivextir hærri vegna þess að hér væri svo mikill kraftur í efnahagslífinu. Þeir sem að vilja lága stýrivexti eru að biðja samdrátt og stöðnun eins og víða í Evrópu. Hvað segirðu þessu? Það náttúrulega að það þarf svolítið að hugsa til hvers eru stýrivextir ætlaðir og þetta er auðvitað megin stýritæki Seðlabankans. Þetta er ekki eina, en þetta er megin stýritæki Seðlabankans og til þess að reyna að ná einhverjum tökum á verðbólgunni. Og þá þarf að hugsa hvernig er verðbólgan komin til og hún er komin til upphaflega, þá er hún komin til út af húsnæðismálum og síðan út af bara freka miklu verðhækkunum sem urðu hérna í COVID-faraldrinum. Þannig það má rekja síðustu hækkun í húsnæði til vaxtastefnu Seðlabankans þar sem að vextir voru mjög lækkaðir sem að leiddu til gríðarlegra verðhækkunar á gömlum eignum þess sem að húsnæði og reyndar hlutabréfum líka. Þannig að sömuleyti var svo hækkun búin til. Já, og ég held að aðalatrið hérna sé að það verður einhvern veginn að ná húsnæðismálum út úr þessu Ponzi-skema sem að þau eru orðin og það að fólk sé með líf sitt og öryggi og það er ekkert sem að er þetta þekkjum við feminista mjög vel þegar við höfum verið að berjast gegn ofbeldi gegn konum að vera öruggur heima er bara algjörlega grunnforsenda þess bara geta verið manneskja og það er í rauninni verið að búa til gríðalegt óöryggi á fólki með því að það hafi ekki efni á húsnæðinu sem það býr í og er jáfnvel búið að setja allt sitt í og það verður að gera það einhver svona leik, einhverjum fjárfestingarleik og svo ætti að vera svo glaður þegar fasteignin verður upp en þetta er ekki raunverulegt fjármagn fyrir venjulegt fólk, þetta er bara það því að bara hærri fastendingjöld og þannig að megin þungin hlýtur að vera þarna og þá spyrir maður hvað gera háir stýrivextir fyrir það. Jú, vissulega hægja á því að fólk kaupi að stækki við sig og ungt fólk kom inn og eitthvað slíkt, en þeir stoppa náttúrulega líka byggingar, þeir hægja á þeim líka. Hægja á því að verði fundin lausn á húsnæðiseklunni sem er búið að vera gríðarlegt vandamál eiginlega frá 2011-2013 ekki þess. Já, og þeir hækka líka verðið á húsnæði gríðarlega, en þess að fjármagnskostnaðar verktaka og síðan kostnaðar sem þú þarft að bera. Þannig að það er verið að láta fólk sem að hefur sér ekkert annað til sakar unnið en það að þurfa að koma sér þaki yfir höfuð. Það verður að láta það taka skellin og það er kannski það sem við í VFR höfum verið að gagnrýna þetta álitið og þetta er svona liður í niðurskurðarstefnu sem enskur nefnd austerity. Hávaxtastefnan er hluti af henni og þetta er allt sem hann fundið upp bara eftir síðari heimsstyrjöld og þetta hefur Klara Mattei skrifað sem við fluttum inn í fyrra í VFR. Og hún hefur bent á það að eftir síðari heimsstyrjöld er hún náttúrulega búin að vera gríðarleg útgjöld til hernaðarmála eins og við erum kannski að fara að sjá fram á að á sama tíma var alls konar fólk að öllöft kosningarétt konur og eignalösu kallar og eitthvað svona fólk sem hafði ekkert fengið að ráða neina áður og þetta fólk, svona almenningur, venjulegt fólk fer að kalla eftir því að velferðarkerfin séu styrkt og kostnaðurinn fyrir stríðið sé ekki bara sendur beinti þeirra og af þessu fara menn að hafa gríðarlegar áhyggjur og búa þar að leiðandi til niðurskurðarstefnu sem gengur öll út á að það verði einhvern veginn að draga úr ríkisútgjöldum, það verði að kreista þá sem skulda frekar en þá sem eiga á erfiðum tímum og svo verði að reyna að brjóta niður svona réttindi launafólks eftir því sem að færi gefst og þetta er raunin þessi svona 3 þættir sem að niðurskurðarstefna byggir á og hér er náttúrulega hávaxtastefnan alveg einstaklega grottaleg. En síðan heyrir maður það líka að við búum við verðbólgu sem á sér mestuleyti rætur í óstjórn í húsnæðismálum en líka í gróðasækni fyrirtækja og það er sem er kallað á ensku greedflation og gróðaverðbólga eða hagnaðardrifin verðbólga og hennar sést líka merki en hagsmunaaðilar og ríkisstjórnin segja það sem við verðum að gera er að draga úr ríkisútgjöldum. Hún er ekki komin til hennar ríkisútgjalda en það er svona retorikinn sem við erum að bjóða okkur upp á núna og í mínu félagi er fullt af fólki sem heldur að það sé mjög jákvætt og lítur það jákvæðum augum telur að hér sé ákveð bákn sem þurfa að minnka og annað slíkt en ef maður lítur á söguna að þá er það alla jafna þannig að þegar það er byrjað að draga úr ríkisútgjöldum þá þýðir það minni þjónusta, lélegir innviðir lengri veg að fara, lengri bið
meira álag í skólunum, allir þessi þættir sem við erum búin að sjá núna árum saman að eru að valda fólki erfiðleikum. Það þýðir líka einkavæðing og aukin einkarekstur. Það þýðir fleiri verkefnaborðið... Gjaldtaka inn í grunnkerfunum. Gjaldtaka og fleiri verkefnaborðið Ölfusárbrú þar sem við erum að borga helmingi meira fyrir brúna svo að setja að gera henni einkaframkvæmd. Svo hún kom ekki út sem einhver svona skuld hjá ríkissjóði sem að þó ábyrgist hana. Þannig að þetta allt svona reiknibrellur en sem á endanum skila sér í meiri kostnaði fyrir vinnandi fólk. Almenningur borgar. Já, og vinnandi fólk borgar og það það sem að við erum náttúrulega gagnrýna svona mjög harðlega og vara við að þessi leið verði einhvern veginn verði farin, en það eru allir að tala sér inn á þetta núna. Á sama tíma verið að boða einmitt einhverjar stóraukin útgjöld til hernaðarmála sem eru svona vægast sagt aldrei vafasöm sko og þá spyr ég þá sem að haldum buduna og verkefnin í þessu landi, veitu hvar á að taka niður? Bara út úr hvaða kerfum nákvæmlega á að taka þetta og þá myndi allir stjórnmálamenn segja já, við tökum þetta ekki úr heilbrigðismálunum og menntamálunum eða eitthvað slíkt en það verið að gera það verið að skera niður framlög til menntamála það kom mjög svört skýrsla frá Ríkisendurskoðun daginn stöðu Landspítala það sem hreinlega sagt að bara stjórnvöld eru að bregðast spítalanum, þau eru skiljan eftir með verkefni án þess að hann hafi fjármagnið til þess að sinna hann er fastur á neyðarstigi og þá spyr maður býtu á að þrengja meira að spítalanum og ég tek hann sem dæmi því hann er náttúrulega svona burðarstólpi heilbrigðisþjónustunnar þá ekki að þrengja allavega einkalæknunum það búið setja það verið að gera samninga þar sko þannig bara hvar á minnka umfang heilsugæslunar er það að fara að hjálpa okkur á að fara inn í skólana á að draga úr samgöngu úrbótum, fleiri hólur í vegina, hvert er planið? Reynsla á þessari öld svo að útgjöld til heilbrigðismála sem að til einkageiranum hafa vaxið miklu meira heldur en þeim sem að til einu opinbera rekstri. Þannig það bara. Já, í rauninni stýri við fjármagnin stýrt inn í enkapartinn. Og það er stefna stjórnvalda að íta undir enkavæðingu heilbrigðisþjónustu. Já, eða stefna og stefnuleysi af því að það er líka það er líka ég held að allir foreldrar þekki það að það er voðalega gott að geta farið með börn á dómus barnalækna og það gengur allt hraðar og vel fyrir sig en leið erum við að stýra barnalæknunum þangað þannig að þeir og við eigum bara nokkra þetta er ekki ótakmörkuð auðlind og það þannig að við erum að stýra læknum og fleira heilbrigðisstarfsfólki, hjúkrunarfræðingum, skurðhjúkrunarfræðingum, öðru heilbrigðisstarfsfólki inn í störf sem eru betur launuð með þægilegri vinnutíma og skiljum þá spítalan okkar og staðið það sem við þurfum þjónustu allan sólarhringinn eftir án þess mannafla og þess fjármagns sem þau þurfa. Og stefnan þar lendi að flýta fyrir einkavæðingu. Já, og með þessu ég ekki að segja að þetta er mjög jákvætt það sem það mjög jákvæð markmið á baku það að ná niður liðskipta biðlistum og annars slíkt, en það hefur samt áhrif annars staðar í þessum kerfum líka. Og væri þetta að gera það bara á Landspítalanum eða sjúkrahúsinu á Akranesi eða Akureyri? Já, það myndir náttúrulega fólk segja að það hefur ekki gengið, en það hefur náttúrulega ekki gengið af því að að þú ert... Þeir eru bara með opna skurðstofu einu dag eða 2 daga í viku, það er ekki vandið að hafa það 5 daga í viku. Já, það er vegna mannafla og vegna þess að spítalarnir þurfa auðvitað að sinna því sem er akút. Þannig ef þú kemur inn með heilakrabbamein þá er kannski bara sami læknir og myndi annars vera að sinna þér í einhverju liðskiptum og þá auðvitað gengur heilakrabbameini fyrir. Já, en ég nefndi þess að Akranes sem hafa verið svona aðgerðir sem ekki svona bráðasjúkrahús. Það sem væri hægt að byggja upp sömu þjónustu og gert upp í Ármúla. En allavega held ég að megin þátturinn þarna sé að það skipti máli hvernig þið opinbera heldur á fjármununum sínum og hvert að setja þá og það var hluti af forsöndu síðasta kjarasamninga að við myndum ekki þurfa að fara að borga meira fyrir allt. Fyrirtækin áttu að verkalýðshreyfingin féllst á mjög lágar launahækkanir. Fyrirtækin áttu að róa sig í gróðasókninni og reyna að hemja sig og hið opinbera átti líka að halda aftur af
gjaldskrárhækkunum og svona kostnaðar þú veist að seilast í vasa fólks og það þannig ef það verður ráðist í niðurskurð á útgjöldum ríkisins að það verður seilst í vasa fólks hvort sem að það þýðir að þú þarft að bíða lengur eftir nauðsynlegri læknisþjónustu eða þú veist frístund virkar ekki og þú þarft alltaf að sækja barnið þitt eða opnunartími leikskólans verður skertur þú veist allt þetta þú veist það verið að þrengja að launafólki og ég held að við verðum að horfa á þá heildarmynd og ákvað þessi svona niðurskurðarstefna að gera við fólk. Já, ef ég fer aftur í hávaxtastefnuna þá svona í almennum stjórnmálum hún ekki gagnrýnd. Það Ragnar Þór, forveriðinn, situr á þingi og hann gagnrýnda. Ég held að Sigurjón Þórðarsson hafi líka gagnrýnda. Þar með þessu taldir þingmennir sem gagnrýnda. Vilhjálmur Birgisson gagnrýnda við Rauðaborðið í síðustu viku og nú tók gagnrýnda. Þetta er ekki breið fylking. Hið almenna það að við getum gagnrýnt ríkisútgjöld, við getum gagnrýnt ýmislegt, en það má ekki gagnrýna sjálfstæðu peningastefnu Seðlabankans. Þá erum við einhvern veginn að trufla eitthvað svona jafnvægi, getur verið ein hugmynd. Önnur hugmyndur að þetta sé vísindalegt, þetta sé svona svipað og að gagnrýna fiskveiði ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar sem að fólk líka svolítið smeygt við að þú getur bara lent í hópi með þeim sem að efast loftslagsbreytingar af mannavöldum eða þú gagnrýnir stefnu Seðlabankans. Þetta eiginlega staðan í stjórnmálunum og kannski eru stjórnmálun okkar svona vanþróskuð að þau ná ekki að ræða hvort að peningastefnan sé í lagi, hvort að lögin Seðlabanka sé í lagi, það sem fyrst og fremst verðbólgumarkmið á meðan að Seðlabankar víða heim hafa önnur markmið sem að gæta, þau verða að gæta að atvinnustigi og jafnvægi í samfélaginu, að Seðlabankin má ekki ráða svona fámennum hópi eða svona tilteknum hópi skuldara eins og þú hefast að lýsa. Þannig það að gera ýmislegt til þess að verja fólk fyrir þessum ákvörðunum. Af hverju heldurðu að jafnt mikilvægur þáttur sömuleyti sem að síðustu kjarasamningar snerust að miklu leyti af hverju heldurðu að svona mikilvægur þáttur sé ekki hluti af bara almenninni stjórnmálumræðu? Já, þetta náttúrulega á sig svona ákveðna sögulega rætur sem þó ekki mjög djúpar af því að þessi hugmynd sjálfstæða Seðlabanka yfirleitt frekar svona ný hugmynd sögulega. 1980. Já, og þessi hugmynd þeir og Seðlabankar svo sjálfstæðir að þeir eru ekki á fjárlögum. Íslenski Seðlabankin getur bara ráðið það starfsfólk sem þeim sýnist og greitt þeim þau laun sem þeim sýnist að þeir prenta bara peninga fyrir þeim kostnaði sem að þeim sýnist. Eins og sérst reyndar þegar ég hvet fólk til þess að framkalla myndina í huganum það sem verið að tilkynna vaxtaákvarðanir, þá það gert eiginlega í svona litlum bíó eða fyrirlestrarsal sem inni í Seðlabankanum, sem þeir hafa smíðað sjálfur. Þeir eru búin að lagfæra núna, eru hættir í Þjóðmenningarhúsinu og komin aftur heim. Það sem voru, held að framkvæmdin við að breyta mötuneytinu hafi við nálgast 2 milljarða. Svona dæmi frelsi Seðlabankans algjört. Já, algjört, og í sjálfu sér eins og ekkert þar lúti þessum sömu lögmálum og eru svona nánast presenteruð almenningi eins og náttúrulögmál. Og ég held að sé bara, og í rauninni fannst mér mjög frískandi að hlusta á forvöramenn Ragnar Þór á Sprengisandi gæra sem að hann gagnrýndi þessa hávaxtastefnu harðlega og hann mun örugglega fá baukinn fyrir það. Hann verður skammaður mjög fyrir þetta að vega sjálfstæði Seðlabankans. Fólk gat fyrirgefa honum þetta þegar hann var formaður VR en nú þegar hann komin í ábyrgðarstöðu og formaður fjárlaganefndar þá verður þetta lítið mjög alvarlegum augum. En ég stend fyllilega með honum í þessu því að þegar þú ert með einhver stýritæki sem eru mannanverk sem að leggja óhóflegar byrðar og herðar venjulegs fólks að þá hlýtur að verða að gagnrýna þau og þá hlýtur að eiga að vera viðfangsefni stjórnmálana að reyna að skilja þau, skoða lagaumgjörðina, velta þessu öllu við. Svo má líka skoða árangurinn sem fullt tilefni til þess að viðfengja því að þessi háu vextir þó að verðbólga sé lægri þá hún að lækka af ýmsum ástæðum. Hún að lækka meðal annars út af styrkingu krónunnar og hún að lækka út af kjarasamningum sem voru mjög hóflegir. Hún að lækka af ýmsum, hún að lækka út af frosti sem á
húsnæðismarkaði sem að reyndar kannski framkalla af vöxtunum, þannig að það ekki gefið að þegar að verðbólgan lækkar að það sé verk Seðlabankans eða Ásgeirs Jónssonar. Nei, og það er svolítið áhugavert svona með þessar hagfræðikenningar sem stjórna mjög miklu í kringum okkur, að það er svona einhver hugmynd að þær þú veist, ef þetta þá þetta. Já. Og orsakasamhengið er alltaf rosalega einfalt, þú veist, þú veist, hækkar stýrivexti, þá fer verðbólga niður, þú veist, hækkar laun, þá getur þetta, þú veist, það er óbærslega einfaldar formúlur til þess að reyna að ná utanum í flókin veruleika. Og í veruleika það sem eru bara, þú veist, á Íslandi, við erum með óverðtryggða krónu, við erum með verðtryggða krónu og svo erum við bara með fullt af evrum, sko. Þú veist, það er bara fullt af fyrirtækjum sem bara starfa og gera upp í evrum, fjárfesta í evrum og og þá hlýtur að þurfa að hugsa, byrju, virkar þetta stýritæki þá nákvæmlega svona. En einhvern veginn þeir eru búin að setja svona mikið undir og leggja svo mikið undir í einhverjum trúverðuleika og þetta nú ekki meira raunvísind en svo, þetta snýst mikið væntingar og trúveruleika að þá getur þetta verið mjög erfitt einhvern veginn að bakka og hverfa eins frá því og leyfa sér að hugsa hlutina með einhverjum kritískum hætti. Og ég ætla ekki að láta eins og að vera bara hægt að bylta þessu öllu einni nótt og þá varum við á betri stað, en það er hins vegar það er algjört glapræði að ætla að halda áfram á þessari braut og bara í hvert skipti sem að eitthvað fer aflaga í efnahagsumhverfinu að fólk þurfa að borga það í gegnum húsnæðið sitt og það hvenær þú nákvæmlega þarft taka yfir höfuð sem manneskja, þú veist, á hvaða tímabili lífstíns, að það hafi einhver úrslita áhrif bara á afkomu þína lengri tíma, veist, og jafnvel hvort þú yfirleitt getur komið þér öruggu þaki yfir höfuð. Veist, þetta er ástand sem að við verðum að komast út úr. Eina afleiðing af ástandinu húsnæðismarkaði sem að kom fram í skýrslu húsnæðis- og mannvirkjastofnunar að húsaleigu verið hækkað 11% á síðustu 12 mánuðum og maður sér það í Hagstofunni að matur eru hækkað yfir meira heldur en annað í neysluvísitölunni 5%. Þannig að neysluvísitala lágtekjufólks sem að farið 2/3 í leigu og 1/3 í mat 9% verðbólga. Þannig að þetta brýst fram á mjög svona ólíkan hátt eftir í hvaða hópur er. En maður hafði það að þetta ekki gagnrýnt peningastefnan og stjórnvöld beygja sig undir hana og taka mið af henni og Daði Már seðlabankastjóri hefur boðað að í fjárlögunum muni þess sjá merki að ríkisstjórnin sé að svara kröfum Seðlabankans aukið aðhald. Miðað við umræðin sem hefur verið þá myndi ég ekki reikna fyrirfram með miklum skattahækkunum. Eflaust verður eitthvað sagt að skoða verði eitthvað gjaldtaka ferðaþjónustu og eitthvað fleira sem að síðan á eftir að fara í gegnum þingið og seitla kannski út eins og hefur gerst reglulega undanfarin 10 ár. En miðað við ummæli Daða og þá stefnu sem að Viðreisn kom með inn í þessa ríkisstjórn og hann er fjármálaráðherra Viðreisnar, að þá má gera ráð fyrir að við séum að horfa á niðurskurðar fjárlög. Já, reyndar þetta var dálítið merkilegt útspil vegna þess að hann í rauninni segir þetta áður en Seðlabankinn er búin að kynna ákvörðun sína að nú sé tíma aðhaldsrunnin upp. En Seðlabankinn myndist ekkert á ríkisútgjöld í ákvörðun sinni núna. Það var ekki línan núna. Veist, en þannig ertu svolítið svara kallinu áður en það kemur og ákveða fyrirfram hvað það er. Sem sýnir dálítið hvað þetta er allt svona þröngir kenningarlegir rammar sem eru búnir til utanum þetta. En að því hún líka myndist á árangurinn, þá maður skoðar niðurskurðarstefnu í heildsinni sem að þetta allt saman hluti af, að þá náttúrulega fjölmargir fræðimenn búin að sýna fram á og hún virkar ekki. Allavega ekki til þess að ná, til þess sem er sagt hún eigi virka. Og að sagt hún eigi að ná jafnvægi ríkisfjármálum, koma hagvist í gang, gera allt betra En Klara Mattei myndi segja hún virkar til þess að gera það sem henni ætlaði að gera raunverulega sem er að vernda efnahagsskipanina, verja þau capital order passa upp á að þeir sem að skuldi bara áfram og þeir sem að eigi áfram. Og hér er að verða núna til á grunni þessar hávaxtastöðnu meðal annars og þetta hefur Viska sýnt fram á og hagfræðingur Visku er að verða til bara mjög mikill kynslóð og ójöfnuður.
að á sama tíma á kaupmáttur sko ungs fólks hefur staðið í stað í ég held ég 2 áratugi, að þá við kaupmáttur eldra fólks 2 og jafnvel 3-faldast. Og það má líka spyrja þessu þegar kemur að svona móraliseringunni núna yfir fólki að, þú veist, við eigum öll bara að reyna að passa okkur og vera ekki að eyða og það sé alltaf mikið neysla og þess vegna verða að láta fólk bara borga meira og meira og meira fyrir húsnæðið sitt og þá verða allt betra. Hvað þá með þá sem að ekki skulda? Og hvað með þá sem ekki fastir í dýrulegu húsnæði? Hvað með þá sem að, hvað með og nú ég ætla að taka fram að það sko fylgta eldri borgurum sem að búa við frekar kröpp kjör sko. En það líka ágætur hópur sem að átti húsið sitt skuldlaust minnkar við sig á 10, 20, 30, 40, 50 milljónir á sparareikningi. Þannig ertu kannski komin með 200 skall í vaxtatekjur á mánuði fyrir þennan hóp sem líka hefur tíma og getur á að njóta lífsins og ég styð það alveg heilshugar. En á sama tíma verið að reyna að kreista yngra fólkið og segja þeim að þau verði einhvern veginn að draga allt saman. Og hitt síðan annað að sko, ég held að þú getur alveg sagt til fólk, sko, þú getur sagt bara, já, nú bara erfitt ár, þú veist, og nú eða hálft ár, nú verða allir bara bíða með að endurnýja baðherbergið, ekki fara til útlanda, algjörlega sleppa því að fara út að borða, nú bara, þú veist, verða bara allir heima hjá sér og það bara étuðu fristinum og þetta bara ákveðið tímabil. En hægt að gera það í 3 ár, eins og núna? Hægt að ætlast til þess að fólk setur bara einhvern veginn allt á hold í 3 ár á meðan það býður og vonar að kannski mun Seðlabankinn einhvern tíma að lækka vexti. Það held ég að bara gangi ekki upp. Eitthvað vaxta þeir taka peningur umferð, maður getur orðað þannig einfaldan hátt. Og þeir flytja það bara frá þeim sem að skulda til þeirra sem eiga. Skattar hafa sömu áhrif, við tekið peningur umferð með því að leggja skatta. Það ekki að heyra á ríkisstjórninni, svo sem ekki kannski mikið verið rætt það, hvað kunna verið í þessu fjárlagafrumvarpi. En það ekki að heyra að sko, markmiðið sé að auka aðhald, því að auka aðhald gæti verið að afla meiri tekna og skila þarlegandi afgangi á ríkissjóði. Það ekki að heyra að það sé markmiðið heldur þessi frekar verið að horfa til niðurskurðar og þá líklega þá bara tekinu haldið áfram þeirri stefnu sem hér hefur verið rekið áratugum saman að reka svona austeritístefnu. Það ekki að sjá að ríkisstjórnin hafi hún hefur ekki bótið blaðamann á tilkynnt að við höfum lagt af þessa stefnu sem hefur komið í ljós að hefur brotið niður samfélögin og eyðilagt innviðin okkar og grunnkerfin og skapa hér aukin ójöfnuð og við ætlum að leggja af þessa stefnu sem hefur reynst okkur illa. Svo yfirlýsing verið ekkert komið. Nei, ég meina kosningalofverðið sko var að kosningalofverðið og fyrstu aðgerðirnar þær voru við ætlum að ná hallanum niður ári fyrr. Þú veist, það var gert að lykilmáli. Og hvað segir það við fólk sko? Ætlum að ná hallanum niður ári fyrr. Og hvað svo? Og svo eigum við að bíða núna bara meðan þau eru að ná hallanum niður og eitthvað svona. Bara bíða þangað til að þau eru komin á einhvern stað og þá getum við eitthvað farið að gera sko. Mér finnst þetta ekki mjög samfærandi og ég er svo næf. Ég hélt að þessar kosningar myndu snúast húsnæðismál. Ég held að það myndi snúast alfarið húsnæðismál og þá staðreynd að 4. hver lántakandi var að missa fasta vexti í síðasta vetur. Ég held líka síðustu kjarasamninga myndi snúast húsnæðismál og þessar sömu staðreyndir að þetta eru svona breiðholt kjarasamningar sko, sem bara allir myndu leggjast á eitt og það er bara ekki farið út úr karpúsinu fyrir en það væri komnar einhverja raunverulegar aðgerðir í húsnæðismálum. En einhvern veginn svona, útvatnast þetta eitthvað og við bara sjáum alltaf nýja einhverja spretthópa sem eiga græja málin og sömu aðgerðirnar kynntar aftur og aftur og aftur og og ég er bara hrædd að þetta verði ekki nóg sko til þess að takast á við vanda þessar stærðargráðu. Þetta er eiginlega rannsóknarefni á hverju húsnæðismálin ná ekki að verða efst á forgangsröðinni og kannski er það vegna þess að það er kannski þriðjungur af hópnum sem að líður mikið fyrir ástandið. Þriðjungurinn upplifir mikla eignamyndun og svona falska tilfinningu fyrir auknum auð sem að veldur því að hann vilji ekki breyta kerfinu.
fólk sem sagt, í húsnæði og upplifir svo sem engan vanda heldur, horfi kannski bara á það Jó út á horni var að selja sína íbúð á 87 milljónir og þá erum við hjónin líklega búin að græða bara 12 milljónir síðan í fyrra sko. Kannski samfélag okkar ekki bara þroskaðar en þetta. Ég fyrir að við séum með vandamál sem er hort á það bara hlutlust, þetta bara staðista vandamálið, þetta það sem grefur niður mest undan lífskjöru fólks, þetta þrýstir fólki sem með lágar tekjur niður í fátækt, þetta mesta meinið í íslensku samfélagi, en af því það snertir ekki nema þriðjunginn, svona alvarlega þannig að þetta bara aðal vandamál þeirra, að þá valið að láta kosningarnar snúast eitthvað sem kannski snertir fleiri minna. Það kannski bara enn eitt dæmi sko vanþroska stjórnmál sem ráði ekki við að tala það sem máli skiptir. Já, mér finnst það langflest fólki í kringum mig og nú bara að tala svona venjulegt vinnandi fólk algjörlega skilja það að þótt íbúðin þeirra hækki helmingi verði að þá þýðir það ekkert annað fyrir þau heldur en hærri fasteignagjöld og svo þegar kemur að því að ef þau vilja stækka við sig sem fólk vil gjarnan gera, það að börnin fara að eldast og þarf aðeins meira rými, að þá þýðir það bara meiri skuldsetningu. Þú þarf að taka hærri lán til þess að geta staðið undir því. Þannig að kannski þeir sem eru að taka ákvarðanir, hvort sem í karphúsi eða niður á þingi, þeir eru komin yfir hjalla, það eru engin leigjendur af það við borðið, ég held að sé engin leigjendur á þingi. Og það í forystursveit verkalýðshreyfingarinnar fólk sem á yfirleitt húsnæði, þannig það bara. Og einhver leita þá það þannig að þegar á reynir að þá þetta ekki málið sem brennur á fólki. Já, ég veit ekki, ég ætla ekki að gefa hvorki þingmönnum né forystufólki í verkalýðshreyfingunni það að þau taki bara ákvarðanir út frá eigin hagsmunum, sko. En hitt alveg rétt að það við erum ef þú horfir á ég hef nú ekkert alla jafn ekkert verið rosalega mikil svona unglega pólitíkur kona og var það ekki til að vera ung heldur en ef maður samt horfir á hversu mikið verið að henda ungu fólki inn á strætóin að þá þetta getur maður ekki annað en horta á representasjón þeirra og hugsa bara þau eru ekki við borðið þar sem verið að taka sér ákvarðanir og þetta eru ákvarðanir sem hafa áhrif á þeirra líf og það klassískt í kjarasamningum að láta byrjunarlaunin standa í stað eða jável að láta þau að sleppa þeim sko en taka þá sem eru með lengri starfsaldur og annað slíkt. Skammtímasamningunum svolítið gróflega. Og það alveg klassískt sko og ég held að og þetta hægt vegna þess að það eru hópar eldra fólk sem að hafa miklu meira með það að segja, ég finn það bara inn í mínu félagi að það þótt við séum nú aðeins búin að vera að lækka meðalaldurinn í stjórn og annað slíkt sem bara mjög gott, við fengið inn mjög kröftugt ungt fólk að þá eru samt stofnanir félagsins eru með hærri meðalaldur heldur en félagið að því að VFR félag unga fólksins, við erum með bara stór hluti okkar fólki undir 30 og þetta eru þetta ábyrgðar hluti fyrir þá sem eru kjörnir fulltrúar, hvort sem í stjórnmálum með verkalýðshreyfingunni að við eigum við erum kjörin til þess að horfa til alls hópsins og við eigum að geta vegið og metið og reynt að passa að það sé ekki bara hávarustu hópararnir sem að stýra. En ég held að sé alveg rétt að ég held að þessi óhóflegi húsnæðiskostnaður, hann ekki að lenda í stærstum stíl og þeim sem að halda ákvörðunarvaldið. Og þetta alþjóðlegt vandamál að þessi aukni ójöfnuði milli kynslóða að kerfið þannig að húsnæðiskerfið þannig að húsnæði hækkar og eignamyndinu verður mest þegar þú ert komin á síðari hluta starfsævinnar og komin yfir hjallan að því að borga skuldir. Þannig að það gerist, en svo það líka það sem þú ert að benda á þegar það brotið niður velferðarkerfið, það sem var einhver tilflutningur á sköttum á milli kynslóða. Við vorum með námslánakerfi sem ónýtt í dag, við vorum með vaxtabótakerfi sem kom yngra fólki og svona foreldrakynslóðinni til góða, hjálpaði þeim að eignast húsnæði. Barnabótakerfi hefur verið í stöðnun og í einhver takti við svona vöxt samfélagsins, þannig að við höfum brotið niður kerfi sem áður var til þess að flytja
svona byrði á milli kynslóða og þar alveg sittum við uppi með fólk á svona síðustu áratugum starfsævinnar þokkalega vel sett, svona almennt, þetta það ekki við alla, en svo erum við með ungu kynslóðuna sem sér ekki út úr skuldunum, þarf að vinna mikið, þarf að vinna með námi, með þyngstu framfærslubyrðina með börnin og þetta náttúrulega ekki gáfuleg ákvörðun samfélags að skilja foreldrakynsluna eftir í lagri fjárhagslegri stöðu. Nei, menna það alveg hárrétt. Kári Stefánsson sagði einhvern tímann að gott samfélag styður við þegar þú þarft mest að því að halda, orðaði einhvern þannig. Og þá það þetta þegar nýtt líf kemur í heiminn og þú berð ábyrgð á því og síðan þegar að þú missir mátt og getur ekki unni fyrir það lengur og þarft á þjónustu að halda og við í rauninni, og þetta ákveðið mælikvarð á samfélagið og okkur núna mistakast á báðum stöðum. Það er út af þessar stefnu sem þú ert að lýsa. Já. Hún vinnur gegn þessu. Akkurat, hún vinnur bara látlaust gegn þessu. Hvort sem seðlabankastjóri eða fjármálaráðherra, þá verður fólk að hafa í huga að þau eru að boða niðurbrot þessar stefnu. Já. Niðurbrot þessa velferðaríkisins sem hugmyndin á baku þennan flutning á milli kynslóða og stétta. Akkurat. Og ég held að alltaf margir líti svo á að þetta þýði, þú veist, að þú sért að styðja við mig, En þetta ekki, þetta og ég tek mig sem dæmi því að ég með ung börn, en þau sé ekki mjög ung, en þetta í rauninni ég að styðja við mig, skilur ég sem eldri að styðja við mig sem yngri og ég held að maður verða að hugsa þetta svona. Þú ert að flytja bara, þú ert að flytja resursa á milli æviskeiða til þess tíma þegar þú þarft mest að þeim að halda. Og í sjálfu sér þetta svolítið skrítin hugmynd, því að nú gengur allt út á það að fólk geti ekki átt rólegt ævikvöld sem mörgur hluti rétt nema það sé í skuldlausu húsnæði. Og þess vegna má helst enginn vera leigjandi að eilífu eða búa í búseta eða vera einhvers konar annars konar fyrirkomulagi. Allir eignast hús, taka þátt í þessu Ponzi-skema alla ævina, svitna yfir skuldum á erfiðasta tímabili lífsins til þess að geta síðan haft það gott þegar þú ert eldri. Og mér finnst þetta bara rosalega gölluð hugmynd, og við búum í einu ríkasta land í heimi, við höfum lengi búið við það lofað að fólk hafi það betra, að börnin okkar mun hafa það betra heldur en við höfum það sjálf, nú það snúast við, bara á Vesturlöndum almennt, sem mjög mikið ágefni, en við eigum alveg að geta skipulagt þetta þannig að við höfum það bara all ágætt. Og auðvitað, og ég held að þú hittir næst naglanna höfðu áðan þegar þú tala þessa tilfinningu fólks, ég hef ég á þetta að því að ég vann svo mikið, við vorum svo dugleg og ég fullt af fólki sem bara við byggðum og við vorum ekki með hurðar lengi og það við vorum ekki með gólfefni og nú fá sér bara allir allt nýtt og eitthvað slíkt. Auðvitað ákveðið sannleikskorn í því, en hinir valmöguleikarnir ekkert fyrir hendi heldur. Það ekki eins og ungt fólk í dag bara kaupi sér lóð upp í Árbæ og byrja að steppa grunn. Það voru úthlutað lóðum, það voru ekki seldar. Já, akkurat. Ég segir að fái lóð upp í Árbæ. Það ný uppfinning sem tilheyrir á stjórnstefnunni að bjóða lóðir upp hæstbjóðandi, af því að það sé réttlæti, en það sé ekki réttlæti að allir hafi jafnan aðgang að þeim, því að þá myndast biðraðir og það sé óréttlætið. Þessum hefur verið að bjóða upp, þannig að bara hinni ríku geti gift. Akkurat. Og það að því vorum að tala svona breytingar getu stjórnmálana, að samfélagi sem þú varst að lýsa sem að studdi fólk þegar þyngsta framfærslubyrðin þegar börnin voru ung og fólk kannski nýkomu úr námi og með skuld út í húsnæði á nýkomin á vinnumarkaðin og kannski á lægri tekjum að það naut stuðnings. Þetta var kallað réttlæti. Það var réttlátt samfélag. Síðan breytist það á nýfrjálsítímanum þetta þykir óréttlæti að þú sett að fá en þessi sem á ekki börn, akkur eru við ekki að styðja hann allir verður þetta svona einstaklingsbundið réttlæti sem að brýtur niður eiginlega hugmyndina að byggja réttlátt og gott samfélag og við mistum bara þetta hugtak réttlæti yfir til viðskiptaráðs. Nú viðskiptaráð að segja að það sé óréttlátt að ríkið styðji tekjuminna fólks til húsnæðisöryggis. Akkurat. Já, það var einhver, ég man ekki alveg hver það var sem sagði mér daginn, það var einhver svona eldri aðili að taka þetta, við unnum svo mikið og við vorum svo dugleg og þá var einhver sem var yngri sem sagði, já, veistu að þið vissu líka fyrir hverju þið voruð að vinna.
þið voruð að vinna til þess að ná að klára húsið eða svo veist, gera og þið vissuð hvert pointi var. Núna bara, sko, ungt fólk sem ekki komið með húsnæði, það bara í maraþónu, þessi endamarki færist látlaust. Veist, og þú kemst, heldur sért að verða að koma 40 kilometra og þá þetta allt í einu 50 kilometrar. Og einhvern tímapunkti í þannig maraþóni, þá gefast allir upp, alveg sama hverjir. Og að hugsa bara, herri, ég ætla nú frekar bara, veist, ég 25 ára, ég ætla frekar aðeins að njóta lífsins og bara fá að vera 25 ára í korter. Og það sama sko með, byrju nú týndi ég þræðinum, með rásmarki fer, já, og svo þetta sama með sko þegar þú ert komin, þú veist, ef þú ert að eignast húsnæði, að þá ertu bara komin með eitthvað svarthól sem eru húsnæðislánið þín. Og ef þau eru verðtryggð, sem að sko flest unga fólk er að lendi í núna, þú veist að það þarf að vera á verðtryggðum lánum af því að það fær ekki greiðslumat öðruvísi. Meira sér fólk sko sem er búið að eigna sína fyrstu eign og er alveg með, þú veist, hefur ágæta tekjur og ég ekki að tala bara út frá þeim sem minnst hafi, ég tala bara út frá mínu félagsfólki sem er bara þorrinn að vinnandi fólki á Íslandi, eða svona kúrfan. Kannski miðju þriðjungurinn í samfélaginu. Já, ég meina, þú veist, við erum náttúrulega með fólk með breiðu tekjubili, en nú er ég bara að horfa bara á hana, þú veist, stærstu hópurinn minn sem er kannski með 600 upp í 1.000.000, þú veist, þessi hópur, að þau eru bara með eitthvað svartól sem er húsnæðislánið þeirra og ef það er verðtryggt, þá, þú veist, dæmi sem ég tók á þann, ef þú tókst lán 2022 og bara kostnaði sem þú bera hávistastefninu núna, að það var 50 milljónir þá er greiðslubyrðin þín að verðtryggðuláni kannski búin að hækka 40 skall sem er ekkert gríðarlegt en þó það er talsvert þegar þú telur það í launatekjum kannski 60 skall eða 60-65 en lánið er búið að hækka 10 milljónir og ég veit ekki alveg hvernig er hægt að bjóða fólki upp á einhverju hugmyndum og það er bara að vera rosalega duglegt að vinna þangað til að þú veist þetta verður allt saman betra þetta er bara orðið eitthvað hamstrahjól sem að engum er bjóðandi. Sáralítið leiknamyndum bara fyrstu 20 árin. Ekki nema sem að gerist með hækkun á íbúðaverði. Sem ekki raunveruleg leiknamyndur nema þú getur selt ofan að þér. Herðu, hávaxtastefna Seðlabankans, niðurskurðarstefna ríkisins, verkalýðshreyfingin tók á sig lágar launahækkanir í vonum að lækka verðbólgu og þar með vexti. Við samningsgerðina, ég veit ekki hvort það var lofa svona, en það var gert ráð fyrir því að fyrirtækin myndu sína ábyrgð. Það er mörg dæmi að svo sé ekki. Það hefur verið fjallað að lækkun heimsverðs á olíu hafi ekki skilað sér til Íslands, annars vegar lækkun á heimsverð og svo styrking krónunar og muna þar töluvert. Við vorum að reyna að slá á það það er svona 1000 kall á hverja fyllingu á þá sem er að nota jarðefnaeldsneyti sem að olíufyllin taka þá í bara gengishagnað. Það er sáralítið samkeppni í flestum sviðum og þú varst að tala svona græðgisbólgu sem að ýtti undir verðbólgu. Við sögðum frá, vorum við fréttir hér af því að í Danmörku að þá er ríkisstjórnin að vinna að því að lækka matarverð. Í Svíþjóð að þá kallaði ríkisstjórnin forstjóra stóru matarkeðina á teppið fyrir okkur. Bankarnir munu líklega skila 100 milljörðum í hreinan hagnað á þessu ári sem er náttúrulega stjarnfræðilegt sem er eitthvað 2% af landsframleiðslu sem að þekkist hvergi að byggja bóli. Einu sinni gerðist þetta að svona var ógnar hagnaður á bönkunum í Noregi að þá voru bankastjórarnir kallaðir fyrir þingið og látnir lofa því að gera þetta aldrei aftur. Kannt þú að svara því af hverju íslensk stjórnvöld telja sig ekki? Er það að sömu ástæðum á varðandi hávaxtastefnu Seðlabankans að þetta sé eiginlega einhver vísindi eða að það megi ekki raska markaðnum? Af hverju eru íslensk stjórnvöld svona deig á því að mæta fyrirtækjum sem eru að okra á almenningi? Í öllum löndum í kringum okkur væru stjórnvöld að bara hóta lagasetningu, hóta verðþaki, bara hóta alls konar hlutum ef að markaðurinn ætlar að vera að nota aðstæðuna til þess að blóðumjólka almenning. Hvers vegna, ég minna það ætti að vera hagur ríkisstjórnarinn á verðbólgunni niður. Stjórnvöld hafa náttúrulega lengur leiti búið sumar þessum hækkunum til.
og við sjáum það til dæmis að innlend vara hefur hækkað miklu meira heldur en innflutt. Ég held að innlend vara sé hækkað kringum 5%, innflutt einhverstaðar kringum 1%, sko. Þannig að það alveg rosalur munur. Og ég held að sé alveg hægt að halda þið fram að búurlögin hafi þar einhver áhrif. Kjöt hefur hækkað undarsett meira en annað. Já, og þar sem að kjötafurðastöðvar eru þeim er kippt, þau gerðar undanþegnar samkeppnislögum og og þetta eru til margir skólar í þessu, eru samkeppnislög lausnin. Að minnstakosti gagnvart því þeim svona leikreglum sem við höfum búið til í kringum okkar kerfi, þá er sterkt samkeppniseftirlit alveg forsenda þess að þetta virki eitthvað. Þannig að þarna tekur bara hluta því sem snýst bara afkoma fólks og verðið í búðinni og gerir það undanþegið. Og svo náttúrulega á síðasta þingi þá og það var þetta gagnrýnt hvernig þetta var gert, svona skjólinætur og annað slíkt. Samið að lögfræðingum hagsmunaaðila? Já, akkurat. Og milli annar og þriðju umræðu og allt þetta. En á síðasta þingi þá lá fyrir eitthvað frumvarp sem átti að mestu kosti að hægja á þessu og jafnvel að kalla þetta tilbaka. En bæði stjórn og stjórnarandstaða settu allt sitt púður í þetta veiðigjaldamál. Það var bara ekkert annað sem komst að og það er fleira sem varðar hagsmuni almennings en veiðigjöld og þannig að þetta einhvern veginn bara dagar uppi og þá ertu komið með svona sem á ensku kalla path dependency, komið með svona farveg og það er rosalega erfitt að vinda ofan á svona þegar allir hagsmunaaðilarnir eru búnir að sameina sig og og það var svona uppbrot mjög flókið eftir á sko. Þetta er svona eitt dæmi það hvernig stjórnvöld hafa beinlínis haft áhrif á það að við erum að borga meira en við þyrftum að vera að borga. Hitt er náttúrulega raforka. Þar sem að bara búa til og þegar þessi stjórnvöld er ekki að tala þessa ríkisstjórn, ég er bara að tala svona stjórnvöld liðina ára og jáfnvel áratuga. Það er náttúrulega bara búa til einhvern reglurama, það sem búa til sérstaklega milliliði sem þurfa að fá sína tíund og þetta gerir verkum að raforka er að hækka umfram verðbólgu. Og þá muni hagsmunaaðilar koma og segja að það er út af orkuskorti sem er náttúrulega fráleitt sko. Og ég hef stundum sagt að þegar við erum oft svolítið fixirð á skattana sem við borgum og við eigum að vera það. Af því að auðvitað er auðvelt fyrir ríkisstjórn hvers tíma að seilast aðeins dýpra og sækja aðeins meira og auðvitað eigum að vera aðhald og segja það er ekki hægt að hækka bara skatta á venjulegt vinnandi fólk eins og ekkert sé. En ég líka svolítið verið að segja, hvaða skatta erum við að greiða bara til þess að halda úti ríkasta liðin í þessu samfélagi? Hvar er hinn sjálftakan? Hvar er sjálftaka fjarskiptafyrirtækjana, jafnvel tryggingafyrirtækjana, matvörufyrirtækjana, olíufyrirtækjana sem að við erum kannski alltaf að borga aðeins meira fyrir allt en við þyrftum að borga sem að ratar, sem að safnast þegar saman kemur og hefur áhrif á okkar afkomu frá mánuði til mánaðar en safnast líka í vasa hinna ofsaríku og þetta finnst mér að við þurfum að fara að fókusa aðeins á bara þetta litla hér og litla þar sem við greiðum aukalega fyrir allt til þess að einhverjir nokkrir fáir geti grætt og ég held að við þurfum að fara að sporna alvarlega gegn þessu. Maður sér í lenga umræðu á meðal í ríkisstjórninni aðgerðir þessu leyti. Það er eins og sé trúa því að við verðum bara aðlaga okkur að markanum, svo kallar markaði, sem er náttúrulega bara tiltölulega fámennur hópur sem að stýrir hér allra stærstu fyrirtækjunum og við verðum að setja okkur við það. Já. Nei, ég hef fengið mjög bátt fyrir það frá samtökum atvinnulífsins að yfirleitt að vera að tala um þetta sko. Þú átt ekki að vera að tala um það að sem dæmi er nógu Sirius sko, það hækkar heimsmarkaðsverð á kakói. Hækkar lakrísinn. Þá hækkar laupið. Og hækkanirnar halda áfram löngu eftir heimsmarkaðsverðir þegar það lækka eða balanserast sko. Og samtök atvinnulífsins skamma mig fyrir að vera að vekja athygli á þessu og ég sé að einhvern veginn svona æsa fólk upp gegn fyrirtækjunum sem það starfar hjá og eitthvað annað slíkt sko. En þetta var díllinn. Þau áttu að halda aftur að sér. Vandinn er sá að við erum með þak á okkur. Það eru takmarkanir á okkur. Það er engin merki að fyrirtækin hafi gert það. En það eru ekki neinar takmarkanir á þeim. Við höfum engar þumalskrúfur á þeim sem að stoppa þau af þegar þau gera það sem þeim sýnist nema forsöndu ákvæði kjarasamninga sem að þetta eru svona almenn. Þar sem að verðbólguviðmiðið var frekar hátt. En sjáðu til, við erum bara
alveg bara rétt undir því, sko. Þú veist, það bara munar, og með þessu áframhaldi... Þetta er óheppilegt staðnu fyrir launafólk. Já, og með þessu móti... Það var eiginlega betra að verðbólga var aðeins hærri svo verið að segja upp samningunum og sækja kjarabætur. Sækja sem við tapað, sko. En með þessu móti gæti forsendur brostið á næsta ári, ef þetta heldur svona áfram, á ákvæðum sem voru mjög rífleg. Það veist, og allt og rífilega mati okkar í VFR. Þannig að ég held líka verkalýðshreyfingin þurfi að hugsa þetta svolítið alvarlega, þú veist, þegar við göngum til samninga með einhverjum svona óljósum loforðum að, þú veist, vextir, og það heldur margir að vextir myndi bara fara niður, bara korter eftir að kjarasamninga voru undirritaðir. En það var Seðlabanka... Það var búið að dæla inn sjóðagsspám frá Seðlabankanum og félögum að það myndi gerast. Það var það sem hann var búinn að segja. Hann sagði kjarasamningar eru stærsti óvissu þátturinn fyrir vaxtalækkunarferlið, sagði hann. Svo koma kjarasamningar sem eru með lágum hækkunum og mörguleiti bara slakir, þannig séð sko. Og en ennþá halda stýrivextir áfram að vera háir. Og nú þú veist, nú er komið hálft annað ár, eru ekki dætt í það? Af veruleika það sem er kannski bara venjuleg fjölskylda er kannski að borga upp í 2 milljónir aukalega á ári fyrir þessa hávaxtastefnu. Og nú er ég að gefa mér óverðtryggð lán og annað slíkt. Þú veist, það sjá allir að þetta gengur ekki. Þá má spyrja kjarasamningi sem er mjög langur og lágar hækkanir og svolítið víð verðbólgu viðmið. Það er ólíklegt að sé hægt að segja honum upp og leiðréttan. Á meðan að þá hefur verkalýðshreyfingin raunverulega lítið afl, sko. Hún hefur bara afl meðan hún situr við samningsborðið. Og svo er þetta bara svona skoðanir eins og þú með ég sitt bara og gjamma eitthvað. Og það er það kannski líka svolítið lærdómur af þessum samningi að ef að verkalýðshreyfingin ætlar bara að semja á 3 og 4 ára fresti að þá verður að ná einhverjum afgerandi breytingum í húsnæðismálum, í einhverjum svona stóru málum ef að því að annars ertu að horfa fram á það að við sjáum eitthvað svona sérstakar bætur á grunnkerfum samfélagsins fyrir bara eftir nokkru áratugi, ekki in our time eins og sagt er. Sko það er alltaf rosalega auðvelt að segja hvað ekki gerir kjarasamningum og svo er þetta flóknar að gera þau og landa niðurstöðu og auðvitað er það rosalega háð umhverju hvers tíma fyrir sig. Ég er bara að tala hvaða lærdóm að draga af þessari stöðu. Já, ég er bara svona að setja það sem fyrirvara, sko. Þú veist að það er rosalega auðvelt að sitja kannski ekki inni og segja allir séu að það átt að gera þetta svona og hugsa þetta eins sena. Dæmi að það var vilji meðal samningsmanna að setja inn í samningana tiltekna stöðu stýrivaxta. Það var metið að það væri bara ómúlegt, það væri inngrip inn í sjálfstæði Seðlabankans og annað slíkt. Kannski eftir samningsaðalar verkalýðshreyfingin að segja bara, við ætlum bara að hafa það samt. Þetta er bara eins og að setja neysluvísitölu. Það er ekki inngrip inn í hinn frjálsa markað með neysluvörur. Já, það var allavega, ég ætla samt að svona klára þetta. Ég vil ekki vera að setja með okkur háan hest og segja, allir aðrir sem hafa samið eru vitlausir, sko. Og það er ekki þannig, það er alltaf innan verkalýðshreyfingarinnar fólk alltaf að gera það besta úr aðstöðunni sem eru á hverjum tíma og hún er háð rosalega mörgu. Hún er háð samstæða innan hreyfingarinnar, hvernig er þið pólitíska landslag, hvernig líður félagsfólki, hvað setur það á oddinn, það er rosalega margir þættir sem koma inn og búa til þessa samsöðu og mörguleiti hefur, hafa svona megin þættirnir gengið ágætlega, það er að segja að vernda hlut launafólks í framleiðinu aukningunni og passa upp á að kjör launafólks ekki verða lakar eins og við þekkjum í mörgum löndum í kringum okkur. En ég held eins og þessi rétt að það þarf að horfa á þetta svolítið í krítísku ljósi að gera samninga á verðbólgutímum með launahækkunum sem eru vel undir verðbólgu án þess að hafa eitthvað, bæði belt og axlabönd getur verið varasamt og og auðvitað getur verið einhver aðstæður að þú kemst ekki lengra eitthvað slíkt, sko, en ég held að þetta hafi verið varasamt og kannski er þetta ein hugmynd að setja þessa stýrivexti bara sem forsendur, sko, ég veit alveg hvernig þið brugðistu því, hinum með við samningsborðið og annars slíkt. Það eru allir rosalega móðgæðir. Það eru allir rosalega móðgæðir, sko, en ég held að verkalýðshreyfingin líka, sko, hún
það þarf einhvern veginn að reyna að ná samkomulega einhver svona rauð strik sko, fyrir hreyfinguna. Þú veist að við eyðum ekki ómikla energi að semja við okkur sjálf sko, og heldur eyðum energiin í að semja við í samningarna sem þessi staði samningaborðið. Ég held að það skiptir miklu máli og náum svolítið svona sameiginlegri sýn á þetta. Og ég meina þetta var auðvitað, þessar deilur allar sem voru saleg og og þessi síðustu samningar náttúrulega saleglegir sko. Og að gefa línuna fyrir allan hópinn. Já, og bara sá sem fyrst og þá bara allir að fylgja og innan verkalýðshreyfingarinnar bara rosalega skipta skoðanir á þessu og erfitt að ræða sig einhvern veginn saman sko. Og það bara reynst erfitt það svona, og fólk auðvitað verður svona svolítið stendur með þeim samningu sem það undirritar sko, og maður skilur það upp að einhverju marki, en þegar þú undirritar samning og tekur svo sjálfur upp bara byssuna og beinir henni öllum sem eftir koma og segja að þið verðið að gera sömu samning og ég ef maður vill vera mjög svona orðkvass eða jafnlélega samning og ég sko, þetta finnst mér ekki ganga og ég held að við verðum einhvern veginn að brjótast út úr þessu. Já, og það er líklega sterkari og víðari samstöðin af verkalýðshreyfingarnar ef á að ná að móta nýtt húsnæðiskerfi sem sannarlega þarf á að þjóð þarf á að halda. Já, það þarf fólk að vera sammála að sé ekki hægt að kaupa einhverja hópa fram fyrir röðina til þess að brjóta þessar svona meginkröfur á baka aftur. En þessar kröfur voru ekkert, þú stundum talaði um svona kínverska matsæla sko, þú veist þegar maður fer inn með sko bara allt í heiminum sko. En þú veist, þessi húsnæðismál, þau voru bara ekki. Það var ekki nógu mikil þungi í þeim, vil ég meina. Samt finnst mér, ég nú verið að fylgjast með samningum og verkalýðshreyfingunni í mörg ár. Hverjum samningum, í aðdraganda hverju samninga, þá er alltaf sagt við mig að séu núna komið samningarnir húsnæðismál. Já. Þess vegna spurði ég þessu áður, hvað veldur því að það gerir það ekki. Já, það er náttúrulega vita allir að þetta er viðfangsefnið, sko. Að sömuleyti má segja að ég nefndi það við þau sem voru að semja á sínum tíma fyrir 1,5 ári, að þetta veri risastórt veðmál, þessi samningar, lækkun stýrivaxta. Og að einhver leyti voru væntingar þar það að þeir myndu leiða til lækkunar stýrivaxta sem að væri raunverulega svona stuðningur við skuldara og þar með í húsnæðismálum. Að það var eiginlega húsnæðismála hlutin var veðmáluð lækkun stýrivaxta, eilítið aukið húsnæðisbætur til leigjenda sem eru runna núna allar til leigusala eins og húsnæðis- og mannvirkjastofnun við bent á. En þetta veðmál sem var að það er ekki að ganga upp. Og ég meina Seðlabankinn er búinn að segja það núna að hann ætla ekki að lækka vexti fyrir að verðbólgan fer að nálgast viðmiðin 2,5%. Það gerist ekki á þessu ári og það gerist heldur ekki á næsta ári. Og það segir Seðlabankinn sjálfur. Já, og ekki fyrir nónu tekst að pína líka þá sem eru komnir yfir verðtryggilán. Og það þarf maður að skoða við hvað aðstæður færi fólks yfir í verðtryggilán. Það er að hitt er óbærilegt. Já, hitt er óbærilegt og ég held að flestir væri til að taka á sig tímabundnar byrðar við að hanga í óverðtryggðu sko, en þú færir þig þegar hitt er óbærilegt og nú á að gera skjólið þitt óbærilegt líka og það eru skilaboðin. Herðu, Halla, gaman að fá þig hingað að ræða efnahagsmál, mest kannski hávaxtastefnu Seðlabankans og niðurskurðarstefnuna. Kærar þakkir. Takk fyrir mig. Við ætlum hins vegar að halda hér áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja þetta samfélag sem er síbreytilegt. Næsti kafli er eftir augnablik. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is